Kristján ætlar að byrja að tala eins bara hvað við erum, bara örstutt, fyrir það sem hafa ekki séð okkur áður. Og þið sem þekkja okkur heldur ekki, þá erum við með vinnustofur mánaðarlega, þar sem fólk kemur sem Journeys kemur og getur unnið í ferlunum sínum með okkur og þá eru aðstöða. Pínu bara svona dæmatími og venjulega erum við með svona smá bara tölu áður, kannski að tala eitthvað nýtt í kerfinu eða eitthvað aðgerðir, eitthvað sem mögulegt. Og í dag ákveðum við að opna þessa vinnustofa meira, þannig að þetta var ekki bara fyrir þá sem eru í Journeys, heldur líka bara fyrir þá sem eru, þekkja okkur ekki og vilja heyra bara hvað við erum að gera, því að þetta á kannski við margir hafa áhuga á gervigreindinni og þá langar okkur bara að leyfa ykkur líka að sjá sem eru ekki að nota Fifth Skills. Þannig að Kristján, framkvæmdastjóri Fifth Skills, ætlar að byrja aðeins að gefa okkur svona smá intro inn í hvað við erum. Takk fyrir það. Herru, gaman að sjá okkur öll. Já, ég ætlaði bara örstutt áður að við förum inn í kerfið og það verður mjög praktískt. Förum inn í kerfið og sýnum ykkur áskoðan dæmi. Það langar mig aðeins að labba með ykkur yfir Journeys og Fifth Skills hvað það er nákvæmlega þegar þeir sem ekki þekkja það vitið. Þannig að mörg ekki sem ég þekkja þetta allt saman inn og út. En ég sem heiti Kristján og er framkvæmdastjóri hjá Fifth Skills og erum búin að vinna þessu í mörg ár að koma þessu kerfi hérna upp. Við afsaka hvað ég er rámur, það er náttúrulega Vibe komst áfram í Eurovision í gær og með tilheyrandi látum í kjölfarið. En mér langaði líka því að erindi í dag snýst svolítið mikið vinnustofan í dag snýst svolítið mikið gervigreind. Þannig að mér langaði að tala gervigreind aðeins almennt og hvernig við pössum inn í það samhengi fyrir þau ykkar sem eru að líka velta því fyrir ykkur. Og mér langaði þess vegna bara að byrja á einni ótrúlega einfaldri spurningu sem er bara hversu mörg ykkar hérna inni eru til dæmis að nota ChatGPT eða Grok eða Claude eða einhverja sem tólur sem getur svona spjallað við netið, bara maður sé hendur upp á lofti. Það er allir þinni, ok. Og hversu margir nota það einu sinni í viku eða oftar, bara maður sé hendur upp. Einu sinni á dag eða oftar. Ok, ofta dag. Það finnst ég, ok. Þannig að maður fær svona aðeins tilfinningu fyrir því hvernig þetta er. Og ég held að þetta sé kannski punkturinn sem ég er alveg áhugaverður. Við erum með núna á heimsvísu. Við erum komið með yfir þessa tala núna sem þetta var gert í febrúar. Talan er komin yfir 500 milljónir manna sem nota bara ChatGPT einu sinni í viku eða oftar. Það er 1 af hverjum 20 á plánutinni og það er bara ChatGPT. Svo erum við Claude, svo erum við Grok, svo erum við alls konar öll tól. Og það sem flestir byrja með það að gera er að spjalla þessu tól. Setja inn einhverjar spurningar, fá einhver svör og læra hvernig það að vinna með það. Og þegar maður er búinn að gera það 10 sinnum eða 100 sinnum eða 1000 sinnum eða oft á dag í marga mánuði, þá fer þetta að koma hérna. Þetta er mjög gagnlegt, en það væri mjög þægilegt að geta nýtt þetta með sjálfvirkum hætti bara inn í ákveðnum vörum og tólum. Og það er svolítið það sem við erum að fara að gera og tala um í dag. Þannig að ef ég til dæmis bara sín dæmi hvernig það er gert, hérna til dæmis er dæmi myndband, ótrúlega einfalt, þar sem einhver er búinn að búa til forrit sem nota gervigreind sem sækir störf með sjálfvirkum hætti fyrir ykkur. Og það er einhver búinn að ákveða bara, ég ætla að sækja vinnu, og ætla bara að kaupa mér aðeins á tóli sem við fórum forrita og það ætla að sækja 1000 störf fyrir mig. Og það ætla bara að láta mig vita þegar ég fæ atvinnuvinnu. Eða láta mig vita þegar búið að bjóða mér í atvinnuvinnu, þannig svo ætla ég bara að greina hverju borgar best og ætla bara að mæti viðtölinn þegar það kemur upp. Þannig að þetta er komið. Þetta er ekki eitthvað svona sem bara kemur eftir okkur ár eða framtíðin. Þetta er notað og til hundruð svona tóla út allan heim. Þannig að þetta er svona dæmi hvernig gervigreind er nýtt sem hluta af forriti. Og þetta er bara örstutur inngangur með svona yfirsýnina. En við erum í rauninni með þess að skilja bara þegar við tala gervigreind hvað er ákveðið að tala um. Við erum með alls konar fyrirtæki, stór fyrirtæki heimsvísu sem þurfa yfirleitt að eyða svona í kringum $250 milljónir eða meira til að geta búið til gervigreindarmódel sem er bara gagnlegt, eitthvað virði í. Og það eru fyrirtæki sem ég sjá hérna á vinstri höndinni, fyrirtæki sem eru hverja þekktust. Þessi fyrirtæki eru búin að búið til alls konar módel og þessi módel eru módelin sem meira meina allir eru að nota, flestir í gegnum vörurnar þeirra. Þannig að þeir eru búin að búið til vöru eins og ChatGPT. Þannig að OpenAI er búið til módelið eins og GPT-4o, 4.1, 3.5 hvað það heitir og þið getur notað þegar við getum ChatGPT beint þegar spjallið við það. En það er líka að nota með mörgum öðrum leiðum, til dæmis með svona API-þjónustuna sem það er einhver vara sem er búin til sem talar við þessi módel sem þessi fyrirtæki hafa búin til. Þannig að þetta er bara svona kassi onni í kassa. Fyrirtækin búið til módelin sem búið til vörurnar. Og ein af þeim vörum er Fifth Skills Journeys vara. Og þegar einhver segir ég nota gervigreind eða við nota gervigreind eða við framleiða gervigreind, þá eru þeir nánast alltaf að segja að þeir séu bara að nota eitt af þessum módelum hérna inn í vörunum sem þeir búið til. Þannig að það er svona eitthvað sem er bara góð grunn til að hafa. Og það er það sem við ætlum að tala um í dag. Mér langar að sýna ykkur
bara inn í Journeys, hvað þessi vara nákvæmlega, hvernig virkar hún, hvað gerir hún? Og við ætlum ekki að vera í glærum í dag, við ætlum bara að taka praktísk sýndæmi, en bara þessi vara sem við erum með, hún er vara sem þið getið sjálf farið, búið til verkferðir, með eða án gervigreindar. Verkferðir eru alls konar aðgerðir sem við kústum saman. Og þessi verkferðir sem þið búið til, við köllum það Journey. Þegar þið búið hann til, þá setið þið upp svona flæði, eins og þið sjáið hérna. Og kosturinn við að nota gervigreind í svona flæði, þegar hún notuð, en þið sjáu nákvæmlega hvað notað. Þannig að alveg svo að þið farið í ChatGPT og setið eitthvað prompt og fá svar, hérna getið þið rauninni látið það gerast sjálfvirkt með alls konar breytum og fengið eitthvað út úr svarið því og svo gert eitthvað með það svar áfram. Þannig að þetta svona, sérstaklega þegar maður fara að nota gervigreind reglulega þá fer maður að finna fyrir virði í þessu. Og Journeys svona vara sem að púsla þessu saman, þannig að það auðvelt fyrir ykkur að búa til form, safna upplýsingum, setja formin á svona portal sem við sýnum ykkur aðeins betur, fá yfirsýn yfir alla sem hafa farið í gegnum ferlana, hvað nákvæmlega hver og einn spurður hver niðurstaðan var. Og þannig að við tek eitt dæmi, og þetta tengist öllu vöru sem ég nota og svo framvegis, þannig að við tek dæmi núna sem held ég hérna í Chrome browsernum hjá okkur. Það langar mig að sýna ykkur eitt dæmi hvernig þessu beitt og við munum taka ansi mörg núna á Kristín sem ykkur fleiri. En segjum að sem nota ráðningu, bara sem dæmi. Það einhver sem sækir vinnu í ráðningakerfinu sem notið. Það getur verið ráðningakerfi hjá Fyrsti Skills, það getur líka verið eitthvað annað ráðningakerfi. Það sækir ykkur vinnu hjá okkur. Og þegar búið að sækja starf, þá eru þið bara búið til feril sem lítur einhvern veginn svona út. Og nú ég bara komin beint inn í vöruna til að sýna ykkur dæmi. Leiðum einhver sækir eða eftir að einhver sækir þá ákveðið þið að taka fólk og senda yfir, hvort sem það sjálfvirkt eða ekki, þá fer ferillinn á stað og setur á stað svona gervigreindar agent, eins og við köllum hann, sem heitir Alberto. Og í þessu tilfelli þá ætlar Alberto, hann keyrir þetta prompt hérna áfram og þetta prompt bara alveg eins og þið myndu setja beint inn í ChatGPT. Í þessu tilfelli erum við að nota ChatGPT módelið, þannig að þetta bara ChatGPT módel 4o, þetta bara sama og þið myndu gera þetta töluðu við beint. Og hérna segir bara promptið, heyrðu, hérna eru upplýsingar einstakling sem sækja vinnu. Hérna eru CV-testinans, coverletterið, alla spurningar og svör sem þið settu inn í ráðningakerfinu og starfslýsingin sjálf. Svo viljum við á keyrir, ef ég sýni ykkur hérna frá neðan, bara þetta hérna prompt sem kannski bara marga blaðsíður á lengd, 6-7 blaðsíður á lengd, útskýra nákvæmlega, heyrðu, farðu núna yfir hversu mikla reynslu viðkomandi með og gefðu einhver út á þessu vægi. Farðu yfir getu, farðu yfir hvers konar markmiðum ykkur hérna og farðu yfir menntun og þetta auðvitað getur verið breytilegt eftir því hvað starfur að ræða, hvað vinnuveitandi þið eru eða hvernig þið viljið að þessi gert. Og þið getur hugsað þetta eins og ef þið myndir ráða einhvern í vinnu við að fara yfir starfsumsóknir á ykkar vinnustað. Hvernig myndið þið gefa starfsmannunum leiðbeiningar að fara yfir umsóknirnar? Þið getur hugsað þetta sem sams konar leiðbeiningar. Og gervigreindin fer yfir allt þetta hérna og leiðbeiningar undan og svo eru bara að segja hérna við hana, heyrðu, ég vil að þú farir yfir þessi 10-15 atriði hérna. Ég vil og kanni hvort að einhver sé til dæmis bara ekki disqualified ef einhver ekki með réttindi til að starfa í landinu sem ræðir. Við viljum að fara og gefa viðkomandi einhver fyrir feilskrá, fyrir kynningabrefið, hverju sterkustu 5 punktarnir, veikustu, topp 5 spurningar sem ég myndi vilja spyrja viðkomandi ef að við bjóðum viðkomandi viðtal og svo framvegis og svo framvegis. Og þið getið haft eins margar og þið viljið og þið getið ákveðið hvort að svarið sem kemur eigi að vera, eins og þegar þið talið við ChatGPT, þá er það eins og svar tilbaka yfir einhverjum texta. En þið getið ákveðið, viljið fá langar texta, stuttar texta, viljið fá einhvern á skálunum 0-10, viljið bara fá svarið áfram eða ekki áfram. Og þið getið, eða hvarf. Og þannig að þarna hafið þið algjör stjórn á því hvernig þið viljið að gervigreindin vinni úr þessu. Svo þegar það er búið, þá í þessu tilfelli takið svörun á gervigreindinni og hérna er búið að búa til að sýna bara hvernig kerfið virkar, sem heitir Code Action. Hérna er bara að taka alla breyturnar sem gefa einhvern og einfallega plúsa þær saman og setja þær svo inn í skjal sem þeir eru bara að hlaða upp, sem lítur einhvern veginn svona út, skjal þar sem ég segir, heyrðu, taktu loka einhvern og settu hérna. Gefðu hérna ástæðuna fyrir CV einhverjunni hér og sjálfa einhverjunni hér. Og það sem þið endið þá með er að þegar þeir eru búin að taka móti kannski eins og hérna þessu dæmi hérna, 100 starfsumsóknum, þá eru þið bara með 100 einstaklinga hér. Og þeir getið ítt á hvern einastar og hérna sjáu þið bara skorið sem hver og einn fekk. Þessi hérna einstaklingu sem fekk 34,3 endar efst og svo fleiri neðar. Og þeir getið síðan nákvæmlega hérna, bara skoðum bara, ja, hver eru 5 veikustu punktarnir í þessum aðila.
og hverjir eru hérna 5 sterkustu hjá þessum. Hver ástæðan fyrir því að einhver fékk til dæmis þessa einkunn? Þá kemur nákvæmlega hérna útskýring, 1 eða 2 stig fyrir hvert og eitt einasta atriði. Og þetta gerist bara í rauntíma þegar einhver kemur inn. Og ef einhver hendar það betur, þá getið þið líka bara smellt á hvern og einn og séð, hvað nákvæmlega var promptið sem fór inn hjá þessum. Já, hérna sjáum þið, þetta er hérna allt promptið sem fór inn, allar spurningar sem fóru inn og öll niðurstaðan hjá þessum aðila. En þetta henda mér ekki að skoða, þannig að þess vegna bjóði til þetta skjal og hér ætla ég að horfa á niðurstöðuna í skjalinu. Þannig að hérna sjáum þið bara hvern einasta einstakling, nafnið, einkunnina, sömmarið á heildaratriðinu, einkunnin fyrir ferilskrána, ástæðan og svo framvegis og svo framvegis. Og þetta nota bene er bara eitt dæmi hvernig það notaði ráðningu. Það getur vel verið að þið hafi engan áhuga að nota ráðningu. Kannski vil nota í vexti fyrirtækisins þegar viðskiptavinur kemur inn og vill panta nýjan bíl á vinnustaðnum ykkar og vil fara yfir hvort hann eigi möguleika á að fá bílalán. Kannski, eins og ég var að koma núna, við vorum hérna að koma frá Las Vegas á ráðstefnu í síðustu viku og þá vorum við að kynna meðal annars þetta hérna verkefni. Og þetta er sem heitir Employee Hardship Guard Application. Og það gerist það fyrir 100 sinnum á ári að það koma fyrir áföll. Það getur verið svo Íslandingar þekkja, kannski eldgos, en úti mikið til dæmis elda, skógarelda og fleira. Og þegar það kemur upp á þá verða mikil áföll fyrir fólk sem missa heimili sín. Það verða, fólk verður úti og það margt slæmt sem gerist. Og það sem gerist mjög oft þá er að það er búið til svokallað Employee Hardship Program. Þessi program virkar vel þannig að þú byrjar á að fylla út form sem lítur einhvern veginn svona út. Og það er bara form sem að þú fyllir út og segir, heyrðu, bara ég er starfsmaður hjá þessu fyrirtæki, í þessari deild hérna, ég er búinn að vinna í 10 mánuði, 5 ár, hvað nú er. Hvað kom fyrir? Bara, heyrðu, þessum degi þá gerist þetta hérna og þú setur eitthvað svona viðhengi sem að sanna það að hvað kom upp á. Þú útskýrir hvað varst fyrir miklu tjóni og þú væri til að fá allt það tjón bært. Og það getur auðvitað verið mismikið. Fólk fyllir þetta út og þetta gerist aftur kringum 100 sinnum á ári í Bandaríkjunum eingöngu, svona Employee Grantship verkefni sem kom upp. Og þegar fólk er búið að fylla þetta út, þá er það svolítið svipað eins og gerist með ráðningarhlutann. Þá endar það með helling af fólki og það kemur upp á, hvað kom nákvæmlega fyrir þessum hérna? Það bara kom slys, tapaði mikið af tekjum og financial strain, það er svona summary af því sem kom upp á, en hér er svona ítalegri lýsing á því. Og þið getið séð mitt bara einkunnum vægi hversu mikilvægt er að borga ykkur út, hversu mikið priority er á því, getið jafnvel látið gerðugeindarnar koma með tillögu á því, miðað við það sem við biðjum, hvað er netið þessi borga tilbaka og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta er svo að keyra 30-40 gerðugeindarskipanir bara strax með sjálfum hætti þegar þið fáið einhverju upplýsingar inn. Þannig að mjög góð leið til að byrja að nota gerðugeindarna er ekkert endilega að búa til módel sem er nákvæmlega eins og ég er í sýningu hérna sem eru 10 blaðsíður á lengd og alveg úthugsað hvert og eitt. Það getur bara að byrja með einhverju ótrúlega einföldu dæmi þar sem við fáum einhverju upplýsingar og svo hugsið þið hvernig myndi manneskja fara í þetta og svo bara skrifa það upplýsingar og púsla það saman og svo getið þið bætt ónaða þangað til það er komist á stað eins og þetta þar sem þið eru kannski farin að keyra bara ein yfirferð á einu svona umsækjanda, sjáu bara hérna mörg hundruð umsóknir, getur tekið þessa langa tíma. En ef það berast inn nýjar, þá getið þið annarkvort látið það bara starta þið svona, bara mýta þið takka og fylgst bara með hvernig það gerist eða þið getið látið það gera sjálfvirkt eða eitthvað sem gerum og bara hugsið bara tímaspanna sem fer í það, það geta keyrt 100 svona staðir eða 1000 eða hvað nú er sem við umræðana. Og hjá fyrirtækjum úti þá er mjög algengt í þessu use case að fá fyrst yfirsýn yfir hvað tjón varð okkar starfsfólk fyrir. Byrjar á því að senda þetta allt inn, fá allar upplýsingarnar og vita síðan bara hvort að fyrirtæki sjálft sé tryggt til að geta bætt það sjálft eða hvernig það er útfært. Þannig að það er alls konar use case, það þarf ekki að vera í ráðningunum, það getur verið bara hvers konar umsókn sem er og svo hvernig gerðugeitin er beitt. Þannig að þetta voru svona kannski fyrstu 2 dæmin, svo erum við með helling af praktískum dæmum sem okkur langar að sýningu og leyfa Kristínu kannski að fara við það og hvernig þið getið hérna inni bara tekið þau og sett inn á aðganginn ykkar. Það er líka bara að nefna alveg austur til lokin að þau ykkar sem eru ekki með aðgang að Turnus núna, við munum þið munum geta á vinnusmiðinu eftir bara smelta á það takka sem Kristín segir ykkur frá og fá aðgang á staðnum og byrja að nota sniðmátinn og fleira á vinnusmiðinni og við erum alveg, ég held 10 mann sem vinnur frá 50 skills sem við munum að labba á milli og hjálpa ykkur með hvað sem þið eru að velta fyrir. Já, verður þú ekki taka við? Já, geggjað.
Já, eins og ég segi, þá eða svo Kristján var að nefna, þá erum við það ferðaldi sem við erum að sýna ykkur núna, þú veist, þeir eru bara templates, þannig að beint eftir vinnustofuna þá getið þið að deila ykkur skjali, þess að þið getið bara farið inn og tekið sniðmóti, ef þið eru með Journeys nú þegar, þá fara bara inn í ykkur account, ef þið eru ekki með Journeys, þá bara getið þið stofnað account og byrja að leika ykkur og prófa og bara keyra ferðlana sjálf og sjá hvernig þetta virkar. Það voru svona nokkrar, eitt sem að einhverjir voru búin að svara áðan, byrja að kíkja því það, við vorum með hvað viltu fá út úr erindinu á dag? Það var áðan, já, það var ekkert margir sem fyllt það út, en ég var með QR-kóða þar sem fólk gat merkt inn bara hvað vilt þú fá út úr erindinu. Og ef við skoðum bara eitthvað hér, þá var til dæmis ég sjálf sendi inn bara ég sendi inn bara, ég væri til að kunna setja upp feril með gervigreind og ég sagði að ég elska súkkulaðiköku, þú veist, það var bara eitthvað sem maður gerði í gærkvöldi. En það sem að, já, ég reyndi að senda ljóð, ég ætlaði fyrst að senda ljóð, en ég breytti sér í brandara. En þá fengu þeir sem sendu inn, bara fengu tölvupóst, bara með einhverjum svona gríni. Þannig að þetta nota líka bara til að senda skemmtileg skilaboð inn í ferlum, þú veist, og ég ætla kannski að sýna ykkur nokkur svona dæmi það með afmæliskveður og eitthvað svona eftir, en það er svona bara, vildi bara rétt sýna þetta út að þið voru að fylla út formið á einhver ykkar. En fyrsta sem ég langar kannski að sýna ykkur er eitt dæmi sem er fyrirspurnir til mannauðs. Það er eða bara fyrirspurnir sem koma inn á borð til fyrirtækisins. Oft er fólk pínu týnt. Á ég að fara inn í Jira, hvernig fyll ég þessa Jira-beðni eða Asana-beðni og það er fullt að reyta sér að fylla út og ég ætla bara að fá að vita, ég ætla bara að reyna að sækja heilsustyrk eða ég ætla bara að reyna að komast að því hvort það getur farið í frí eða þú veist, hvað sem er. Og þú veist, ég sendi tölvupóst og hann týnist, svarast einhvern tímann. En þá er til dæmis hægt að bara hafa bara eitthvað svona fyrirspurn þar sem ég skrifa bara inn í texta bara hvað viltu. Þú veist, ég bara segjum svo, ég ætla að fylla þetta bara út segjum bara Kristján og bara pröfa skills.com. Þú veist, ég ætla bara að spyrja bara get ég sótt heilsustyrk eða eitthvað svona og sendi þetta inn. Þetta getur bara verið þá innri vefnum ykkur eða hvað sem er. Og ef við skoðum þá Kristján og hann er kominn í ferlið. Hvar er hann? Þetta er hættan við að demo live. Já, hérna er hann. Dattinn inn. Þá er ég með feril, sem ég ætla að sýna ykkur aðeins. Þá er ég með feril þar sem að ég bið gervigreindina að fara yfir erindið. Það sem að gervigreindin fær prompt, bara fyrirspurn eða beiðni frá starfsmönnum, get ég sótt heilsustyrk. Og svo er ég búin að setja inn í promptið, bætti ég bara við til öryggis. En fólk þið getið sett inn bara nákvæmlega leiðbeiningar fyrir gervigreindina. Og það getur bara hlaðið inn skjölum, þarna veit skjalið er líka með, gervigreindin er líka með skjöl sem að við eru bara starfsmannastefnan okkar, þú veist, öll þessi skjöl sem þið eigið, þú veist, eigið einhvers staðar inn á Notion eða SharePoint eða eitthvað svolítið, þið getur bara hent því öll inn í gervigreindina. Þannig að hún veit þá bara, ætti að vera með svörin við flestu. Og það sem ég lét gervigreindina svara var að láta mig vita, bara getur þú svara í erindinu, þú veist, ertu með þekkingun í það, þú veist, hvar á þetta sitt til að heima, eða þessi spurning eða fyrirspurn, þú veist, hvað er með tillögu að svari og gefði mér, þú veist, forgang á þessu og kannski fyrirsögn á erindið, þannig að tekur þetta saman í eina setningu. Hérna gat gervigreindin svarað erindinu, þannig að þá sendi ég bara form aftur á Kristján, sagði bara svari fyrirspurn, hæ Kristján, Stína, gervigreind, það velja bara eitthvað nafn á hana, hefur farið yfir erindið þitt og með eftirfarandi svar. Bara já, þú getur sótt heilsustyrk, þú sækir á þessum hlekk, stund, þú veist, það er þetta líka að láta hann að skrifa, þú veist, það mitt upp að henn allt svoleiðis. Og svo staðfesti ég fæ ég eitthvað hlekk þar sem ég get staðfest í póstunum bara var svarið fullnægjandi, já eða nei, þú veist, bara ef það var ekki, þá, þú veist, sendi ég þetta eitthvað annað. Svona sem dæmi hvernig ég get nýtt það. Annað sem ég ætla að sýna ykkur aðeins bara ferilinn sjálfan hvernig hann er uppstiltur, svo getið þið skoðað hann alltaf sjálfu eftir. Stundum gæti gervigreindin þurft að kalla í einhverju kerfi og hún getur þá gert það. Þú veist, þá get ég verið með bara, þú veist, ef að til dæmis starfsmaðurinn er að spyrja bara hvað á ég mikinn heilsustyrk eftir, þú veist, get ég sótt heilsustyrk. Þá getum við látið hana kalla í mannauðskerfið, eða eitthvað launakerfi og sækja upplýsingarnar og senda síðan bara upplýsingarnar beint á starfsmannin. Bara, þú átt þetta mikið inni, hérna getur þú sótt Þú veist, jafnvel gæti hann bara fengið strax formið, bara, þú veist, hérna bara sett inn kvittur sem hann vill sækja. Þannig að það er þetta að stilla því bara mjög svona sjálfvirkt upp. Það sem
Já, og síðan er hægt að vera með líka bara ef að gervigreindin veit ekki svarið og hún veit bara ég mun ekki vita þetta svar eða geta framkvæmt þessa aðgerð. Þá getur hún bara metið, gervigreindin veit bara, er þetta eitthvað sem á heima hjá IT, er þetta eitthvað sem á heima hjá mannauði, bara hvar á þetta heima. Og þá get ég sett líka bara beiðnir á ólíka staði, eins og þið þekkið, þá vill IT fá beiðnina allt annar staðar heldur en eitthvað sem er á fjármálasviði. Þannig að þá bara, ef þetta er IT, þá býð ég þetta mál í Jira, ef þetta er, mannauður, þá sendi ég Teams-skilaboð, fjármálarekstur, þau vilja bara fá tölvupóst eða hvað sem er. Þannig að það þurfum ekki allir, það er ekki að pína allir til að fara bara, nú förum við öll inn í Jira og svo er helmingurinn fyrirtæki sem fílar það ekki, eða inn eitthvað kerfi. Þannig að þetta er svona dæmi það. Rétt til að sýna ykkur agentin sem var notaður í þetta, þá er ég með alls konar inn í kerfinu, þá er ég með AI agents. Og þá er ég bara með gervigreindi sem þjálfaðar á ólíkum gögnum. Og þarna var ég til dæmis að nota, Stínu, starfsmannastefnu sérfræðing. Þá er ég bara með já, þú ert sérfræðingur í starfsmannastefnu Snæfells, HF. Ég vel svona temperature, þessi temperature segir til hversu mikið mátt þú skalda upp. Bara ertu, þýskur verkfræðingur eða slísi sölumæður. Og þannig ég ætla bara ekkert að leyfa henni að skálda neitt upp og svo er ég búin að setja inn bara starfsmannastefnun okkar. Ég get sett inn bara miklu fleiri skjöl, bara allt sem að við kemur bara fyrirtækinu í raun, og þannig og svo skilgreini með hverju ég átt að svara, þannig að er ég bara með, þú átt að svara þessu á þannan veg og þú svarar mér já eða nei og láta mig vita, hvort þú getur svarað. Þannig að svona er ég bara búin að stilla upp mínum agent og ég geti vilja fá eitthvað allt annað, ég vil kannski fá einhverja meiri dýpri greiningu, ég vil fá, bara eitthvað áætlaðan tíma sem þessi fyrirspurn tekur, bara hvað sem er. Og þá get ég unnið úr því og þá get ég líka haft yfirsýn eins og ég sjáu inn í, ef ég fer aftur inn í ferilinn sem ég var að skoða þá get ég séð í yfirsýninni, bara Kristín búin að gera fullt af fyrirspurnum og Kristján eina. En ég get bara séð líka bara alla tölfræði þessar fyrirspurnir, bara hvaða deild áttu þetta heima, hver var tillagan að svarinu og get yfirfarið hvort þetta sé ekki alltaf í lagi og svo get ég bara uppfært gervigreindina mína. Bara já, ok, við erum að fá mikið af fyrirspurnum sem getur ekki svarað eitthvað veikindi. Þá bara setja ég inn annarkvort inn í promptið, og skrifa bara inn ef þú færst fyrirspurn þetta, þá er þetta svarið, eða ég get bara hlaðið inn fleiri skjölum. Þannig að þetta er svona dæmi hvernig kannski að einfalda ferlana og láta þess að ég segja, tala við kerfin, sækja upplýsingar og svo framvegis. Og þetta er ekki bara að nýta í svona mannauðsfyrirspurnir. Ég ætlaði að byrja náði bara ekki alveg fyrir fundinn, en kannski fáið það í vikunni, að setja inn bara, þetta getur líka verið utanhúsfyrirspurnir, bara fyrirspurnir á heimasíðunni og hafa samband. Þú fær bara strax bráðabirgða svar, bara fólk er að spyrja eitthvað úti eitthvað, hvað er lagarinn opinn lengi eða hvernig get ég flutt þetta í bíl eða eitthvað. Og þá getum við farið bara strax bráðabirgða svar í tölvupósti, látum vita bara svara þetta fyrirspurninni eða ekki og ef ekki, þá fyrir þetta eitthvað annað. Og mögulega er þetta að ranka eitthvað eftir priority og allt svoleiðis. Jafnvel að senda SMS á einhvern sölunni, bara þetta er bara neyðarástand, það er bara að grípa til aðgerða. Þannig að þetta stilla upp ferlum bara líka fyrir utan í raun og veru mannauðsmálin. Alveg eins og núna ef þið farið á bara 50skills.com/vinnustofa, þá dettir þið bara á form sem við byggum til fyrir þennan viðburð og þið fyllir henni fyrir þennan nákvæmlega sama konceptinn, það er einfalt að gera það líka. Nákvæmlega. Þannig að þetta var svona eitt dæmi sem ég langaði að sýna ykkur og þið getur skoðað ferilinn á eftir. Annað dæmi sem ég langaði líka að sýna ykkur, það er endurgreiðsla á útlögðum kostnaði sem þá er þetta er oft svona manúalferli, það sendir einhverju kvittun, það þarf að kíkja á kvittununa, það er einhver að lesa á hana, er þetta er upphæðin rétt, er dagsetningin rétt, er þetta kostnaður sem á að endurgreiða og allt svoleiðis. Að þá get ég verið með raun og veru gervigreindina. Hún getur farið yfir bara, já, þú ert sérfræðingur í endurgreiðsluferli, upphæðin sem var skráð inn, þetta er ástæða kaupana, hérna er kvittunin, þannig að hérna getur gervigreindin gefið mér síðan svar, er þetta rétt upphæð, er þetta rétt dagsetning, er skjali kvittun, á hvaða bókhaldslykil á að bóka þessa kvittun. Getur líka hjálpað þá, það þarf ekki að vera einhver sem í bókhaldunum sem fyrir yfir þetta. Kannski til að byrja með, þá láta einhvern í bókhaldunum að tjekka, er þetta ekki alltaf réttu bókhaldslykil sem er bókaður og svo bara lokum farið mögulega bara treyst að gervigreindinni til að ákvarða hvaða bókhaldslykil þetta á að fara á. Síðan, ef að gervigreindin samþykkir allar upplýsingar séu réttar, þá getur þetta bara að halda áfram og yfirmaður bara beðinn um að samþykkja kostnaðinn eða eitthvað svoleiðis, lætur bara staðfestir það með greiðan og ef hann er samþykkt þá bara fer hann beint inn í bókhaldskerfið, greiðslubænin fer bara sjálfkrafa inn og bara stofnar útgreiðslu inn í H3
og starfsmaðurinn láti vita að endurgreiðslan væri bókuð og verið greidd út með næstu launagreiðslu eða bara millifærslu á næstu 2 dögum. Það hægt líka ef það ef til dæmis það eitthvað að þetta ekki kvittun sem var í viðenginu eða eitthvað, eða gervigreindin getur ekki lesið þetta, að þá hægt að senda bara aftur á starfsmanninn og biðja hann bara, herðu, þetta var ekki nóg gott, það vantar ennþá, þetta ekki kvittun, þetta kvittun fyrir einhverju öðru, það á ekki saman, bara, farðu yfir það og láttu mig við og sendi nýja kvittun eða sendi nýja umsókn eða hvernig sem er. Það er hægt að gera svona nokkru útfærslur af því og það kannski tengist næsta sem ég ætla að skoða. Kannski áður en ég fyrir næst, einhverjar spurningar áður en ég að fara svona svolítið hratt yfir. Það má líka alveg vera spjall og komment, þannig að þið getur líka bara rétt upp hönd ef það eitthvað, ef viljið koma einhverja athugasemdir inn í. Já. Já. Einstaklega sem þá búa til fyrir það sem við viljum að gera og sem temperature bara sem þú vilt með. Svo ef þú vilt þá hafa temperature mjög lágt eða þessi agency sá sem að fara yfir kannski umsóknir eins og áðan og síðan ef þú vilt fara að búa til brandara þá hann alveg í bótt. Nákvæmlega þannig. Það er bara einmitt. Þetta fer eftir hversu mikið viltu leyfa honum að búa til eitthvað. Þannig að annað sem ég langar svo að sýna ykkur kannski næst er þá kíkjum bara svona heilsustyrk. Það er svona annað dæmi sem er kannski svona mannauðstengt og byrjar að ég hugsa bara ég ætla að sýna þér minna dæmi heilsustyrk. Þetta verður bara 3 skref, ekkert mál. Svo náttúrulega eins og þið þekkið þá endur þetta oft miklu stærra. Það er svo margt sem þarf að gera. Þetta það er ekki bara verið að klæða kvittuninni, það er verið að athuga, er starfsmaðurinn búinn að vinna nógu lengi, er hann, öll þessi skilyrði sem það þarf að uppfylla. Þannig að í þessu dæmi, að þá erum við, það fyllir einhver út í form til að sækja heilsuréttastyrk, bara kannski sýna ykkur það, það sem bara fyllir út bara já, ég ætla að sækja þennan styrk, þetta þessu upphæð sem ég ætla að sækja einhver skýring, ég sundkort eða eitthvað og kvittunin. Og hann sendir eina kvittunin í einu og það er bara svona ákveðin svona þægindi í því, það er líka hægt að gera öðruvísi en ég mæli eiginlega með því að hafa bara eina í einu. Síðan það sem við gerum fyrsta sem við gerum í ferlinu er að við sækjum bara hvenær er fyrsti vinnudagur eða látum yfirmann staðfesta að starfsmaðurinn unni í 6 mánuði og oft það þannig til að fá heilsustyrk að unni í 6 mánuði. Ég sæki dagsetninguna í dag og svo er ég með gervigreind sem er að fara yfir umsóknina. Þá er ég bara með einhvern launasérfræðing sem ég er búin að þjálfa í, ég bara veit allt bara launastefnur og allt svoleiðis. Og hann veit, þú mátt fá styrk fyrir læknisþjónustu, sjúkraþjálfun, líkamsræktarstöð, starfsmaðurinn segir að upphæðan á kvittuninni sé þessi, hann hóf störf þennan dag, heildarstyrkur sem hann er búinn að fá er þessi, þá erum við að sækja líka í kerfin, bara hann er þegar búinn að fá 30.000, eða segjum bara 10.000 og heildar upphæð sem hann mátt fá er 28.000. Og svo fer kvittunin neð. Og þá tékka gervigreindin á alls konar hlutum. Hún athugar, er þetta kvittun fyrir heilsurækt? Stemmir upphæðin við kvittunina? Er kennitala á kvittuninni sem er annað sem þarf líka að vera á? Er starfsmaður búinn að vinna í 6 mánuði og hvað getur þú sagt? Já, og svo er þetta að vera með svona alls konar, ég spyr, getur þú lesið kvittunina? Það er oft, það sem ég var að prófa alls konar í þessu og þá kemur í ljós, ef þetta er einhver handskrifuð kvittun, sem er oft, sem getur alveg verið, þá er gervigreindin ekki alveg nógu góð í að lesa hana. Þannig að þá lætur hún bara vita og þá er bara einhver manneskja sem tekur það, sem fer yfir þá kvittun. En segjum að gervigreindin segja öll gögn séu í lagi, það bara, já, þetta stemmir allt, þetta er kvittun fyrir heilsurækt, upphæðin stemmir, það er kennitala, starfsmaður búinn að vinna í 6 mánuði. Þá sækjum við starfshlutfall í launakerfið, eða þá það getur líka fylgt með umsókninni, það er bara fyrir því hversu integrerið vilja fara. Við sækjum upplýsingar hversu háan styrk viðkomandi hefur fengið á árinu og svo reiknum við út hámarksstyrk miðað við starfshlutfall og áður úthlutaðan styrk. Þannig að út af margir eru eitthvað sem er starfsmann í 20% starfi, þá getur þú ekki fengið fullan íþróttastyrk, þú færður hlutfall af því. Þá kemur bara í ljós hvort hann á einu styrk eða ekki. Ef styrkurinn er 0, af því að reiknaður 0 krónur, af því að hann er þegar búinn að taka út allan styrkinn sinn eða eitthvað svoleiðis, þá bara látum hann í það sjálfkrafa vita. Bara já, takk fyrir umsóknina, því miður þú búinn að fullnýta heimildina og látum hann eitthvað vita. En ef að upphæðin er meiri, að þá erum við að skráma bara sjálfkrafa til útgreiðslu með næstu launum og látum hann í það vita, sendum hann tölvupóst að þetta sé afgreitt. Svo er hægt að gera alls konar til dæmis, eins og út af við viljum nota gervigreindina
sjáum alla þessi samskipti sem að fylgja því að vera eitthvað svona back and forth. Bara já, sendir mér upplýsingar um heilsusterk eða sendir mér upplýsingar, það vantar þessa kvittun eða þú veist, þetta er rangt viðengi, þú veist, upphæðin ekki rétt, allt svoleiðis. Að þá getum við látið bara gervigreindina, ef hún sagði að það vantar kennitölu á kvittunina, þá sendir hún bara póst, eða sendir kerfið bara póst, bara þú varst að senda okkur heilsustyrk, umsókn, en það bendir til þess að það vantar kennitölu á kvittunina, þú veist. Ef það er rétt að kennitala vantar, þá biðjum við að sambandi seljanda og óska eftir nýrri kvittun, en ef það teljir ekki rétt, þá fylltu þetta form, þar sem við komum til staðfesti bara, það er kvittun og þá heldur þetta bara áfram í ferlinu. Þannig að þá er þetta að láta eftir því hvaða skilir eru. Þú ert ekki búin að vinna í 6 mánuði, lætið vita. Og svo ef hann getur ekki lesið kvittunina, þá fer þetta bara í handvirka vinnslu hjá einhverjum sem getur lesið kvittunina. Þannig að þetta er svona eitt dæmi. Já, það er spurning. Ef hann ósammála og segir, ég var með kvittun, já. Hvað gerist það? Einmitt, hérna eins og til dæmis þessi hér, ef hann, já, einmitt, hann segir bara, já, þú veist, umsóknin mín er rétt, þú veist, þetta er bara misskilning á gervigreindinni. Þá er ég bara að biðja mannið að fara inn í kerfið og þið farið inn og keyrir bara, keyrir bara handvirkt, bara, heyrðu, já, það má bara fara í þetta, þetta brand sem má keyra. Það þarf ekki að, þið bara bypassið þá allar þessar kræteríur hana. Fleiri, já, Anna. Það kemur til dæmis bara gott dæmi, þú ert ekki bara um 6 mánuði, en það var á rétt eftir 6 mánuði. Er þetta að láta bara upplýsandi áminningur eftir 6 mánuði? Já, það er hægt að gera, algjörlega, 100%. Og bara, mér finnst það bara frábært dæmi og ég elska líka bara að taka svona pínu spjall þetta. Eins og hann er búinn að vinna í 6 mánuði, þú veist, ekki búinn að vinna í 6 mánuði. Að þá setja ég inn, myndi ég bara gera bara eitthvað brands, hendi inn bara og þá ger ég bara wait until a specific date, þá með reference date, veist, ég bæti við, veist, ég myndi búa til nýja dagsetningu með kódagsunni ef ég fyrir með það svona dítala, en þá bara sendi ég bara, þá verður þetta bara á, þegar hann er búinn að vinna í 6 mánuði, þá fer tölvupóstur á hann, bara skrifa í póst, bara nú ertu búinn að vinna í 6 mánuði, þú sóttir heilsustyrk, þú veist, þú getur sótt hann. Þú veist, ótrúlega góð þjónusta við starfsfólk og það bara kann ótrúlega mikið að meta það að það sé ekki gleymt þegar það sótt eitthvað. Fleiri spurningar varðandi þetta og ég fyrir næsta sýnidæmi. Ok, kíkjum hérna á annað sem ég var með hérna. Eitt sem Einar sem er ekki hérna, hann er að vinna hjá 50 Skills. Hann bjó til mjög flott ferli sem ég er að deila með ykkur fyrir svona, þetta sem kallað yearly appraisals. Það er á ensku þegar við erum með starfsfólk erlendis. En þá er þegar komið að starfsmannasamtali, árlega starfsmannasamtali, og þá fer bara sjálfkrafa póstur á bæði starfsmanninn og yfirmaðurinn að fylla út svona mat á þess að starfsmaðurinn fyllir út, bara já, ertu tilbúin í þetta? Já, bara hvað eru svona top 3 achievements sem þú ert með, hvað eru áskoranir sem þú hefur verið með, og svo eru svona fleiri spurningar, þannig að fólk tekur sér alveg hálftími að fylla þetta út og yfirmaðurinn gerir það líka. Þegar báðir eru búin að fylla þetta út, þá býr þetta til skjal sem lítur einhvern veginn svona út. Það er bara búið að taka saman allar upplýsingar, hérna kemur inn bara hvað var responsið frá, þetta er BDR, þetta er svona sölufólk hjá okkur, bara hvaða feedbackið og báðir aðalega fá þetta skjal. Það sem ég er að láta síðan gervigreindin að gera hérna, þá er ég að láta hana fara yfir bara skjalið og koma með ábendingar fyrir yfirmannin. Bara, herra, já, þetta er það sem hefur verið, starfsmannur kvartir í þessu, eða þú veist, hvernig þú getur mótiverað meira, atriði sem þú ættir að ræða á fundinum. Og svo reyndar heldur þessi ferill aðeins lengra áfram, en ekki með gervigreind, þar sem báðir aðalega fylla út skjal svo eftir fundin og allt svoleiðis, og svo eru svona reglulegar áminningar, þú veist, eftir 3 mánuði þá fer reportið út aftur, bara hefur eitthvað breyst, þú veist, hvernig er það ennþá með, eru sömu markmið, hvernig hafa markmiðin breyst og svo framvegis. Og ég er með eitt svona dæmi hérna bara sem ég fyllti út hérna, þar sem ég sjálf fór í gegnum þetta, eða skrifa bara eitthvað svona dæmi. Það sem ég er þá með, bara þá var til hérna þetta skjal sem tekur inn bara, þú veist, hvernig var performance, bara BDR-inn sagði bara, ég held að það var gott, bara eitthvað svona, alls konar svona allar þessar upplýsingar sem kom inn og síðan lét ég gervigreindina að fara yfir það og hún leggur til zoom inn á þetta er komið svona alls konar tillögu byggt á þessu skjali og bara, þú veist,
taktu fram bara hvað þau eru búin að vera að standa sig vel í cold calling, með við, það sem ræddu bara það sem að starfsmaðurinn kvartaði yfir, eins og til dæmis motivation issues, hún talaði það, það þetta það sem þú ert að adressa í samtalinu. Þannig að þetta getur verið svolítið svona coach fyrir starfsmenn, fyrir nýja yfirmenn, eða yfirmenn sem kannski ekki mjög reyndir, bara vita hvernig á ég að leiða samtalið til að passa upp á að adressa allt sem að koma upp og svoleiðis og gefa mér aðeins svona pepp í þetta. Og þá ætla ég að kíkja hérna á, já, einmitt. Sjá hvernig að fara í gegnum svona, hvernig aðgangsmálum stýring á þeim, hvernig þú sér það? Einmitt, það er þannig að það er bara stillt niður á svæði, þannig að hérna er ég með svona workspaces, þar sem ég er með mín, ég ætla að festa þetta hérna, þar sem ég er með mína svona ferla, og þá er ég kannski með einhverja viðkvæma ferla hér í þessu spacei, sem að þá get ég verið að ég hafi bara aðgang, eða bara mannauður, eða bara mannauðstjórinn eða einhver svoleiðis. Þannig að það er ekki þannig að það séu fleiri sem að sjá þannig að það verður að passa upp á að fólk sjá ekki hluti sem það má einmitt ekki sjá. Annað dæmi hérna er ef að svona kemur eitthvað öryggisfrávik, þá getur við verið með feril fyrir það. Þannig að fólk fyllir út eitthvað svona form. Það sem að koma upp bara eitthvað, bara hvað gerðist, hvernig flokkar þetta, hvar gerðist þetta og dagsetning og allt svoleiðis. Og svo erum við með þá gervigreindina hérna. Við setjum bara allar upplýsingarnar inn í hana og byggjum hana að skilgreina fyrir mig, bara að greina fyrir mig, bara hversu áreiðandi er þetta. Og það, kannski getur fólk ekki endilega að meta það sjálft. Allavega, ég held að flesti segja bara að þetta er mjög áreiðandi í öllum tilvikum. En það tekur gervigreindina kannski aðeins hlutlausari ákvörðun það. Og leggur til, hvernig getum við komið í veg fyrir þetta, hvernig á að flokka þetta, þarf að gera einhverjar ráðstafanir og svo framvegis. Hún sendir svona investigation, það sendir bara form á þann sem á að taka við þessum vinna úr svona öryggisfrávikum og þá er gervigreindin búin að vinna þess fyrir mig úr upplýsingunum og getur sendt á mig bara suggestions, bara summary og allt svoleiðis, þannig ég þarf kannski ekki að fara að kafa ofan í allt, ég er allavega að koma með einhverjar ráðleggingar. Ef að til dæmis, ef að gervigreindin segir að þetta sé bara eitthvað critical, sem það er bara að bregðast við strax, bara það er bara einhver, einhver bara skógareldur eitthvað er mér í gangi, að þá bara fer strax bara SMS á einhvern. Þá er ég bara með skilgreind bara að fara á, bara öryggisfulltrúan, bara SMS, bara það er bara chaos, og þú ert bara að grípa inn í núna. Þannig að þá er þetta stillu upp svona, þannig að þarna er gervigreindin að ákvarða bara hver er forgangurinn, til hvaða ráða á að taka. Og síðan er náttúrulega hægt að rekja þetta, hérna hef ég bara yfirsýn yfir öll öryggisfrávik, hérna er þetta bara eitt öryggisfrávik sem að tilkynna mér hérna, reporteraði mér, en ég get svona séð inn í töflunni, ég get bætt við að séð, hérna eins og ég vel bara segjum bara, ég get bara skoða allar upplýsingarnar hérna, þá bætist það við inn í töfluna, allt bara hvaða actions er búið að taka og allt svoleiðis, og ég get þá skoða, þegar það kemur einhver úttekt, þá get ég séð öll öryggisfrávikin hér, ég get séð úrlausnina á þeim, ég get skoðað nákvæmlega hvað gerðist, það var ekki sendt SMS, það var management var notified, eða yfirstjórn var látin vita og svo framvegis. Þá er ég svona nálgast það að vera búin að fara yfir svona flest templatein, en eitt annað sem er líka hérna, sem ég var líka búin að lofa, var svona ferðabeiðnir, það er líka svona frekar vinsælt. Að þá er hægt að nota gervigreindina til að meta til dæmis bara að koma eitthvað beiðni ferð, hérna eru upplýsingarnar ferðina sem var óskað eftir og síðan er einhver stefna ferðir sem þetta er metið saman við. Er þetta vinnuferð, er þetta hvort það megi halda áfram með þessa ferð og hvort hún fái samþykkt, hvort það er líklega til að fá samþykkt. Þannig er þetta hugsa það þannig.
og síðan jafnvel hægt, þú veist, og við höfum oft verið með pælingar bara gerðugreindin getur tjekkað á því, þú veist, ef einhver segir bara, herri, ég á ráðstefnu, eitt sem ég hef heyrt svolítið, að fólk segir bara, herri, ég á ráðstefnu og setur inn í raun og veru, þú veist, miðvikudag til sunnudags, ráðstefnan miðvikudag til föstudags, það bara að dagpenninga á milli okkur svona. Það hægt að nota gervigreindina til að tjekka á því bara hvenar, þú veist, ef það gefið upp ráðstefnuna, hún getur bara flettið upp bara hvenar þessi ráðstefna, hvaða dagar þetta, þú veist, þetta allt stemmir allt, eða eitthvað sem maður þarf að láta vita af, þú veist, bara já, hún ekki að laugardegi á sunnudegi, þannig að dagpenningarnir ertu mögulega ekki verið greiddir á þessum tíma. Svona til að gefa ykkur bara svona hugmyndir af því hvað hægt að gera. Ég lofaði líka að tala svona skemmtilega hluti, svona til að nota gervigreindina. Ekki bara brandara, við notum mikið brandara og svona grín hjá okkur og virkar alltaf skemmtilegt. En eitt af því bara svona skemmtileg skilaboð og veist, það er rosa gaman þegar átt afmæli að fá skemmtileg skilaboð. Það bara svona gefur okkur og að afmælinu sé ekki gleymt. Og þá hefur til dæmis verið mjög vinsælt bara svona afmæliskveðju journey hjá okkur. Það sem fyrsta sem gert þegar að reikna út hvort að afmælið sé stórafmæli eða ekki. Ef þetta ekki stórafmæli, þú veist, þá bara tryggar ég bara á afmælisdaginn klukkan 9, þá leit ég bara gervigreindina að skrifa einhverja skemmtilega afmæliskveðju. Ég er bara með bara eitthvað, hafði hana skemmtilega með emojis og styttir hann 160 stafi að þetta passi í SMS og eitthvað, þetta gerur langt. Og svo skrifar gervigreindina afmæliskveðju. Þetta er oft bara skemmtilegar kveðjur, það er alveg hægt að láta hana vita eitthvað bara í hvaða deild vinnur eða eitthvað eftir verkefnastýringu, bara vonandi verkefnastýrir ekki afmælinu nógu mikið eitthvað, það er bara búið til eitthvað svona grín. Og svo líka sendt á Teams eða einhver Slack eða bara einhvers þar, bara ei munið að Jón og afmæli í dag. Svo það sem verra, ef fólk á stórafmæli og það gleymist, þannig að þess vegna passa upp á það hérna. Þú veist, ef þetta stórafmæli, að þá passum við upp á bara viku fyrir afmælið, þú veist, þá minnum við yfirmann á afmælið og aðtökum hvort það starfsmaður verði í vinnu, þá fer bara form á hann, bara Jón og stórafmæli á fimmtudaginn, hann verður fertugur, staðfesti hér hvort hann verði í vinnun á afmælisdaginn. Þá svarar yfirmaðurinn eitthvað, já, hann verður í afmæli eða nei. Og ef ég segi nei, ættum við að senda starfsmönnum blóm heim eða bara senda henni blóm þegar maður kemur tilbaka eða eitthvað, þú veist, eða gjöf eða hvað sem maður á að gera. Síðan fer bara sjálfvirk pöntun til blómabúðarinnar. Þú veist, hæ, við ætlum að panta blóm, þannig að þetta á að vera stóri vöndurinn og hann þarf að afhenda á þennan afmælisdaginn og nafna á kortið og eitthvað text á kort. Og það verður að láta gervigreindina að skrifa text á kortið líka. Eitthvað svona aðeins persónulegur og skemmtilegur, ekki alltaf eins. Já. Þú veist, bara nú, ertu bara að senda í e-mail? Já, ég bara að senda í e-mail. Eitthvað svona móttakanda fenni? Nei, við erum með, einhverja blómabúðir eða einhverja svona vefverslanir eru með vefþjónustu sem geta tengst og gert pöntun, en flestir afgreiða bara ennþá í gegnum tölvupósta og finnst það bara fínt. Og það sem ég er að láta gera líka blómabúðina, þetta ekki bara að fara út í eitthvað kosmos og ég veit ekki hvort að blómabúðin afgreiðir þetta. Heldur það sem ég er að gera, ég er að láta blómabúðina staðfesta móttöku og afgreiðslu hér. Að þá þarf blómabúðin að fara hérna inn og staðfesta, bara já, ég staðfesta að þetta komið og afgreitt. Og ef þú ekki búin að staðfesta þetta innan einhver ákveðna tíma, þú veist, svo ætla ég bara að senda á þig áminningar, þú veist, ef þú ert ekki búin að afgreiða þetta innan eins dags eða eitthvað, eða komið staðfesta móttöku, þá fer áminning. Svo ætla ég bara að senda þér áminningu á dagsfresti ef þú ert ekki búin að því ég ætla að vera viss að þessi blóm skili sér í næstu viku. Og svo bið ég launadeildina að græja gjafakort, það fyrir bara sjálfkrafa út og þú veist, svo daginn fyrir afmæli er yfirmaðurinn myntur á stórafmælið og svo á stórafmælisdaginn þá skrifa ég einhverja ekstra skemmtilega afmælisskveðju. Það er að skrifa gervigreindinum að búa til eitthvað skemmtilegt. Og senda hann í SMS-i og senda á Teams og svo framvegis. Þannig að þetta er svona, þannig er hægt að nota gervigreindina í svona aðeins skemmtilegri hluti líka. Ég held að ég hef þá verið búin að fara yfir svona kannski það sem að ég ætlaði að sýna hérna. Já, kannski eitt svona út af mig stundum verið að hugsa svona út af við vorum að tala umsóknir. Þetta getur nefnilega, eins og Kristján talaði umsóknir bara ég lendi einhverju skógareldi eða þetta getur líka verið bara umsóknir alls konar bara hjá ríkinu, ég er að sækja einhverja styrki eða ég er að sækja bara hjá einhverju fyrirtæki, ég er að sækja einhverja styrki eða hvernig sem er, þá er hægt að láta gervigreindina að fara yfir hana. Og hérna til dæmis, hérna er ég að láta gervigreindina, einhver fyll út bara tjón, hvort sem það er fyllt út og það getur fyllt í audio-okka formi. Sumir eru að nota bara taktikal eða hvað sem er, að þá fara upplýsingarnir inn í journeys
mögulega búið til eitthvað skjal til undirritunar, en síðan læti gervigreindin að fara yfir tjónutilkynningarnar. Þannig að hérna ég að senda inn í hana bara heimilisfang hversu tjóni varð á, dagsetning tjóns, bara hvaðan tekur lekan koma, allt þetta, og síðan læti gervigreindina athuga, og er tjóni tryggt. Og þá ég með hérna, þá ég búin að setja inn alla skilmála, tryggingaskilmála, inn í gervigreindina, bara fyrir á heimasíðum tryggingafélagsins. Gæti líka bara verið innri tryggingar, ef það eru bara þurfa að tekka hvort það sé eitthvað tryggt hjá ykkur, þá getið þið notað þetta, bara við lendum í eitthvað brotnað hérna. Þá getið ég skilgreint gervigreindina, hún getur að borið saman þetta tjón við það sem kemur fram í skilmálunum og hvort þetta sé tryggt. Og síðan heldur hún það áfram, ef að lætur mögulega tjónið til þeirra við, hún tekur lokaákvörðun, óskar eftir frekari gögnum eða vantar og svo framvegis. Þannig að þetta svona bara eitt dæmi sem kannski fyrir utan mannauðsmál. Þannig að það sem við höfum líka séð að oft byrja fyrirtæki í mannauðsmálunum að nota journeys í alls konar svona mannauðsferla, en svo fyrir þetta að vaksa fyrir utan. Þið fá bara hugmyndir eitthvað allt annað sem að gæti henta til að bara gera hlutina meira svona smurða. Eitthvað spurningar á þessu tímapunkti? Já. Hvernig tengistu öðrum kerfum? Ertu með eitthvað dæmi það? Já, algjörlega. Þannig að hérna ég bara með, segjum að ég ætlaði, ég geti raunverulega eins og þeir sem ekki nota journeys, þá get ég bætt við bara nýju skref í ferilinn, ég á plus hérna og get ég valið út alls konar skrefum. Ætla ég að nota gervigreind, ætla ég að senda einhverja pósta eða hvað sem en það sem kannski vinsælast hjá okkur eru samþættingarnar. Þannig að hérna ég með samþættingar við alls konar kerfi og ég get bætt sjálf við samþættingum. Bara við getum gert það fyrir ykkur eða þið þannig inni. Þannig að það bara mjög lítið mál og fólk getur ekki, eins og ég tek ofta dæmi Einar sem í sölunni okkur, hann ekki með neitt tækni bakgrunn, en hann bætir við samþættingum bara með ChatGPT. Hann fer bara inn og spyr, hvernig ég með þessa vefþjónustu, sendir bara slóðina, ég vil geta stofnað starfsmann, hvað ég að gera? Það virkar vel fyrir kannski svona einfaldari vefþjónustu, eins og til dæmis ef við erum með fræðslukerfi eða eitthvað svoleiðis, og svo verður þetta flóknara náttúrulega að fara eitthvað skjalakerfi og svoleiðis, þá getur það orðið, þá þurfum örugglega að fá aðstoð. En ef þið eru með einhverja IT-manneskju þá getið þið bara sett upp samþættingarnar. Þannig að hérna til dæmis, ég með bara samþættingu við dýra, ég ætla bara að stofna máli dýra til dæmis. Þá bara velja hana, þá bara velja ég bara, já, þetta mál, ákvaða, er þetta fyrir, hvar á þetta fara í dýra, þetta á fyrir IT, og svo bara setja ég inn þetta bara í lýsinguna, og það getur það komið inn bara frá, þá get ég bara mappað inn gögnin, bara óskaði eftir og svo svo kemur eitthvað inn, svo get ég mappað inn eitthvað, ef hann var óska eftir upplýsingum eitthvað eða óska eftir aðgang að einhverju eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þannig virkar samþættingarnar. Ég get alveg tekið svona, við getum tekið svona aðeins tæknilegra spjall eftir, ég hugsa að fólk hafa kannski ekki mikið áhuga á að skoða hvernig ég set upp samþættingar, en það gert í rauninni bara inn í stillingaratriðinu í kerfinu. Það tengjast í rauninni hverju sem með, svokallaðar REST-vefþjónustur. Fleiri spurningar? Það pælingar. Okay, Eru þessi ferlar up for grabs? Já, það